Jæja, velkomin í þáttinn Hilma, Júlía og Ævar. Og velkomin heim á þessum leikum. Hvernig var? Það var mjög gaman. Já. Bara mjög mikil upplifun að fá að fara þarna og keppa. Já. Og þú varst að keppa í listhlaupi, heitir það ekki? Listhlaup, já. En það samt dans? Já, við erum með svona prógram, svona dans, það sem eru svona alls konar sem við þurfum að gera í því, svona stökk og spinnar og alls konar. Og þetta alveg bara svona standard, það allir að gera sama dansinn, eða hvað? Nei, það svona, við þurfum ofta að gera öll það sama í dansinum, en það allt mismunandi. Já, þetta stökk og þetta, og þessi erfiðleikastig, og svo semur maður sjálfur sína rútínu. Já, eða þjálfarinn. Já, þjálfarinn, ok. Og varstu ánægð með þinn dans? Ég var ekkert rosa ánægð eftir fyrsta daginn, en mér gekk mjög vel seinni daginn og var mjög ánægð með það. Þetta ekki spurning að lenda líka, þetta ekki á bossanum þegar maður lendir og svona? Jú. Og tókst það vel seinni daginn? Já. Frábært. Hvað þetta langur dans? Ráðið þið því líka, eða? Sko, á fyrsta deginum, þá erum við í 2,5 mínútu, en seinni dansinn, hann lengri og í 3 mínútur. Hefur einhverja hugmynd af hverju þetta heitir listhlaup? Þið eruð ekkert að hlaupa beint? Nei, þetta svona listskautar. Frábært. Þú varst í ísokki, ekki satt? Jú. Og þið voru alveg 15 í liðinu, eða hvað? Já, við vorum 15 hérna frá Akureyri og við vorum frá 12 ára til 15. Já. Er þessi leikar fyrir þann aldur, 12 til 15, eða það upp í 18? Nei. Já, það til 15 ára. Ok, það aldurspilið. En 15, þið ekki allar inn á einu, það? Nei, við erum 5 og leikurinn svona 45 mínútur úti. Já, vá. Og þá það að skipta bara reglulega inn á? Já. Eða hvað? Já. Það endist enginn allan leikinn? Nei, maður svona halva mínútu inn á. Já, ok. Þannig að það svona gott að hafa svolítið marga? Já. Og gekk ykkur vel? Heyrðu, já, okkur gekk mjög vel. Spiluðu þið svo englar? Já, alveg. Frábært. Þú varst í skíðagöngu? Já. Já, og hvað voru þið mörg í skíðagöngun aftur? 4 út. Við fórum 4 út, 3 strákar og 1 stelpa. Og eru þið að keppa innbyrðis eða eru þið að keppa, eða þú veist, eru þið ekki líka að keppa við hvort annað eða eru þið öll í mismunandi flokkum? Já, ég keppti við þessa 2 stráka þarna, en ekki í stelpuna. Nei. Er það alveg kynjaskipt? Já, þetta. En ekki aldurs. Nei. Og hvað voru það labba langt á skíðunum, ganga langt? Fyrsta daginn löpuðum við 3,5. Hvað voru þið lengi að því? Ég var svona 6 mínútur. Það var ekki lengi gert. Nei. Vá. Og gekk þér vel? Varstu framalega í röðinni? Já, ég var 7. af 24. Vá, vel gert. Takk fyrir. Og seinni daginn þá var það meiri sprettur? Já, þá var sprettganga og hún var 1 kílómetr. Hvað ertu snöggur að því? 2 mínútur. Tekur ég alltaf að byrja? Nei. En maður lafmóður þegar maður kemur í mark, er það ekki? Já. Og lærin loga, eða hvaða vöðvi er það sem alveg svona verst haldinn, heldur þið? Ég veit það ekki, bara allur líkaminn, sko. Þú ert að nota allan líkamann í að Já. Maður notar náttúrulega hendurna líka til að íta sig með stöðunum, eða ekki? Þetta geggjað. Og hvað, gáttu þið svo eitthvað slakað á eftir þetta? Var eitthvað heitir pottar og svona þarna? Já, á sundlaug og heita pottar. Hvað voru þið í marga daga? Hvað var þetta langir leikar? 6 dagar. Já. Og bara keppa kannski 2 daga eða? Nei, 3. Keppa 3. Og svo eru þið með svolítið skemmtilegt hérna sem við verðum að reyna að sýna. Það fá allir svona flottan, eiginlega bara eins og ólympíupassa, nafnið sitt og þið verðið aðeins að útskýra þetta hérna sem hangir á spottanum. Við fengum sem sagt svona nælur sem að við skiptum við krakkana úti. Þau voru líka með nælur, þannig við erum með nælur frá Kanada og Sviss og bara alls staðar í heiminum. Og þetta er svolítið svona sport og þetta gera allir bara? Já, það voru bara allir alltaf að skipta einhverjum pinnum. Þannig að þið vissuð að þessu og fóru með smá lager út? Já. Og líka nammi frétti ég? Já, við fengum slatta á nammi til að skipta við krakkana. Já. Af því að það hefði líka frést, það var svolítið vinsælt að vera með íslenskt nammi og býta. Já. Og fenguð þið eitthvað gott nammi í staðinn þá eða?
Já, það var alveg einhver lönd sem var með gott nammi en svo var alveg hinn sem var bara með, þú veist, maður gæti ekki kynnt í, sko. Hvaða nammi var verst? Ég er ekki búinn að smakka það, sko. Nei, þú ert bara með þetta allt óopnað. Kórea eða Kína. Já, því að það er svo misjafn smekkur manna, sko, nammi og nammi er náttúrulega ekki það sama. Þannig að þið hefur kannski pínlítið séð eftir íslenska namminu. Eða hvað? Nei. Nei, þið getið alltaf keypt meira heima. Já, þannig að hvað myndið þið segja? Myndið þið mæla með svona, að fara svona að leika? Eða myndið þið vilja hvetja jafnaldra til að skoða þetta og taka þátt? Já. Til að eiga séns á að komast? Þetta er ekkert, þú veist, maður fær þetta ekkert í hendurnar, sko. Nei, þetta gerist ekkert oft á ævinni kannski. Já. Og það er bara þessi gluggi 12 til 15 ára. Já. Já. Heyrðu, bara geggjað. Eru þið að fara á æfingu aftur núna helgina eða eru þið bara núna að slaka á eða? Það er æfingar stanslaust. Það er æfingar stanslaust, það er engin miskun. Og nú er komið snjór í fjallið og þú vantilega að fara að ganga þar og... Já. Já. Eru Ég mót er svolítið framöndan? kvefaður núna, þannig að... Kannski farið bara aðeins að slaka á og jafna þig? Já. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja frá þessu og gangi ykkur svakalega vel í ykkar greinum. Takk Takk fyrir. Fyrir.